Í dag þetta eins og við erum að spila rosalega mikið á hverju ári. En það alltaf eins og við köllum það bara fyrir luktum dyrum. Já, þannig að það bara ekki auglýst þá. Nei, það vorum við að spila ekki á svona opinberum vettvangi. Við erum að spila fyrir einhver fyrirtæki. Árshátíð, þorrablót fyrir einhver félagasamtök eða skólar eða svoleiðis. Þannig að hinn almenni borgari, hann svona veit ekki endilega að Buffi sé að spila nema hann sé að vinna hjá þessu fyrirtæki. Já, þetta luktar dyr. Já, en samt þetta kannski helgi eftir helgi eftir helgi. Já. Síðan kannski á sumri þá breytist þetta aðeins og þá fer maður á einhverja bæjarhátíðir. Já, en yfirleitt ég held að sko undanfarin ár höfum við kannski spilað einu sinni eða tvisvar á ári á einhverju svona sem að bara opið hús og fólk getur keypt sér aðgang að. Já, það sem bara auglýst bara Buffið í kvöld. Spott eða eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Það hefur bara alltaf verið það mikið að gera hjá okkur að við höfum aldrei kannski bara fundið einhverja brjálæðislega þörf til þess, sko. Já, en þetta náttúrulega svolítið breytt. En síðan fær maður líka spurninguna, ég held að þið verða hættir. Sem þið eruð ekki. Nei, það bara út af því að fólk kannski geta fá Buffið á sína árshátíð og veit ekkert betur, sko. Já, ok. Þannig að þeir eru bara vel á lífi og enn spilandi. Já. Þetta er bara mesta furða, maður heldur alltaf að þetta sé búið, en það alltaf einhvern veginn, það hringir alltaf einhver. Já, og það... Maður vaknar á mánudegi eftir mánaðamót og hugsa bara með sér, nú þetta allt búið, en svo bara hringir síminn. Og þá það Hannes, strákar, þið lausir. Já, ok. Og ég veit ekki af hverju röddin í hann og hljóma svona, en það verður bara að hafa það. Það ég svo æstur. Já. Það hringdi einhver. Já, það gigg. Það er gigg.